Vertu þú sjálfur, gerðu það sem þú vilt. Má sjá fánan upp hérna. Vertu þú sjálfur, eins og þú Láttu það flakka, dansað í vindinum. Faðmaðu heiminn, elskaðu. Farðu alla leið. Ba-ba-ba-loo, ba-ba-ba-bay. Farðu alla leið. Allt til enda, alla leið. Oh yeah! Vertu þú sjálfur, gerðu það sem þú vilt. Jam og jive og sveifla, honky-tonk og nikkurinn. 1, 2, 3, 4. Farðu alla leið. Ba-ba-ba-loo, ba-ba-ba-bay. Farðu alla leið. Allt til enda, alla leið. Þá búið að næla sér í 2 systur, heldur betur búin að gera góða hluti. Það Íslandsmeistarinn Glódís, til hamingju. Takk fyrir. Og Védís, eða ekki? Jú. Þú varst í öðru sæti, til hamingju með það. Takk. Hvernig Kamban frá Húsavík, þetta nú frægur hestur. Já, hann góður. Þú ert búin að gera hann frægan. Já, ætli það ekki, eitthvað allavega. Hvernig þetta hvað, annar eða þriði Íslandsmeistaratitillinn í röðu ekki? Í tölti? Já. Já, þetta er 4. held ég. Þetta er 4. Já. Hvorki meira en að minna. Ef við förum aðeins í hestinn, þið eru búin að, hvað eru búin að fylgjast það lengi? Síðan 2011, bara veturinn fyrir ég vann landsmótið mitt, það er semst fyrsta landsmótið mitt. Og þú varst landsmótssigurvegari 2012 eða ekki líka og, hvað gerirðu núna? Ég vann það líka núna. Og það var hvað, það var 3. skipti? Já. Til hamingju með glæstan árangur. Já, takk. Ætlar þú að feta í fótsporin? Já, ég ætla að reyna það. Já, þetta er nú góður árangur að vera númer 2, þetta er nú engin smá hestur sem er hérna. En hvað heitir hesturinn þinn? Hann heitir Baldvin frá Stangarholti. Og er hann í þinni eigu eða? Nei, Reynir á hann. Reynir Örn Pálma? Já. Hann lánaði mér hann, ég var svo heppinn. Og ertu búin að vera lengi með hann núna? Ég var með hann í vetur. Það er svo bara núna í sumar. Hvert er framhaldið með Kamban? Núna fer hann bara út til merarna sinna og síðan ætlum við fyrir kannski eitthvað í Suðurlandsmót. En annars svo bara frí í haust. Frí í haust. Eru þið ánægð með Íslandsmót? Ánægð með völlinn? Já, hann er mjög góður. Þetta er eiginlega næstu besta efnin til að ríða. Þetta er eins og reyðveiðarnir bara heima, þeir eru langt bestir á því. Eru þeir svona? Bara orginal? Já, allavega okkar. Frábært, til hamingju með þetta fallegu og sætu systur. Þetta var frábært, bara eigið þið óbóðslega góðan dag. Takk. Þá er það tölt unglinga, Íslandsmeistari
sá sem að kom upp úr B-úrslitum í gær, ég er Aktofa, ég ætla að segja bara Antonio Banderas til hamingju. Þakka þér fyrir kærlega. Anton Hugi, þetta er bara meiri áttar. Þetta er svakalegt. Segðu mér eitt, svona, við tókum viðtalið við í gær þegar þú vannst B-úrslitin. Já. Þá spurði ég að því hvort þú myndir fara með bænirnar í gærkvöldi, gerðirðu það? Nei, ég sofnaði bara þegar ég fór upp í rúm, þannig að það gleymdist eiginlega. En það hefur eitthvað gerst samt í huganum hjá þér í gær og þú tókst þetta bara í dag. Já, ég ætlaði ekki verið bara að fara snemma að sofa eins og þú sagðir. Og þjálfarinn, Reynir Örn Pálmason, hann þurfti að skjóta sér út, Já. þannig að hann sleppti 5 gangnum en vann hérna í dag, Já. töltið. Já. En hérna, þú hefur einhverjar komment til hans að hann sé rekinn, eða? Nei, hann má alveg vera aðeins lengur. Hann má vera aðeins lengur. Já. En hérna, ég spurði það í gær hver ætti meirina og þú sagði mamma, er það ennþá þannig eða? Nei, ég á meirina núna, því ég vann, þá mátti ég hana. Það var svoleiðis? Yes. Þannig að þið verðið áfram saman. Já, við ætlum að verða með eitthvað aðeins áfram. Og hvað er stefnan með meirina á að? Við ætlum að kempa út á sínana og síðan ætlum ég að keppa eitthvað aðeins meira á henni. Og svo í fólóðsegnir? Ég veit það ekki, nei, ætli það nokkuð. Bara, þetta er eini keppnishesturinn. Þetta er eini keppnishesturinn? En er ekki bara spurningu fyrir mömmu að rækta aðeins meira og finna hesta og hann getur fengið fleiri? Jú, það er skemmtilegt að fá góða keppnishesta. Hjartanlega til hamingju með sigurinn og bara, já, ég veit þú sofnar vel í kvöld, það er alveg ljóst. Já, það er alveg ljóst. Frábært. Takk. Tilbúin! 1, 2, 3, 4! Allt til enda, alla leið. Allt til enda, alla leið. Allt til enda. Þá er það Íslandsmeistarinn sjálfur, Róbert Bergmann í ungmennaflokki til hamingju. Takk fyrir það, takk fyrir. Þetta var frábært, gekk vel. Já, bara flott, svona safe prógram, engi sénsar. Ég er svona, kannski sem ég sé mest eftir með það, þetta er svo mikill snillingur og þetta er svo góðu töltar, ég veist að þetta sé síðasta sýningin mín með hana og það hef ekki tekið einu alvöru en það er bara þannig, þetta er bara gaman. Hvað heitir meirinn? Brynja Bakkviti. Og hún er að fara undir stóðist eða? Herðu, við hún er fylgfull við Arjón. Já. Já, hún fer í það að gefa af sér núna. Þannig að keppnistímabilinu í henni er hér með lokið á þessum höfðingja? Já, þetta er búið að vera langt, hún er búin að, með pásum, hún er búin að eiga fólöld og ég er búin að vera Íslandsmeistari á henni í tölti barna, úlinga og núna lokum ungmenna. Frábært, allt er þeirra þrendir. Já, ég segi það. Og komum aðeins inn á það allt er þeirra þrendir. Nú voru þið 3 herbyggisfélagarnir og allir búin að ná okkur í titil hérna í dag, hvernig er það? Það er bara gaman. Arnór Dan eða ekki og Konráð. Já, við byggum hérna saman, hlið við hlið reyndar, ég ætla ekki að viðurkenna þegar ég er búið með þeim í herbyggi, sko. En þú varst alltaf þar? Það, já, ok, kannski eitthvað. Arnór og svo fínt sjónvarp og svona, þetta er bara búið að vera gaman og náttúrulega Gústi, við erum góðir vinnir og gaman að Hinni líka, vinnur okkar að vera að gera flotta hluti. Hann er annar og þetta er bara gaman, skemmtilegu félagskapur og allir svona. Ánægð með veður og völlinn? Já, Hingað til veður? Já, þetta var frábært í dag, maður kom alltaf kósveittur á vellinum. Ég var ekki nú ánægð með hin úrslitin mín, þau fóru svolítið úrskis, en þetta er svo sem það sem skiptir mig mestu máli. Þetta er seinasti séns með hana og það má alltaf gera betur í hinu. Róbert Bergmann, til hamingju og gangi vel í framtíðinni. Takk fyrir það.